Og áframhaldið með föstudagsþáttinn á N4. Við ætlum að fræðast aðeins notalegan nóvember og heimildarmyndir. Velkomnar Dagný og Hafdís. Takk. Dagný, þú vinnur hérna á N4 og ert búin að vera að safna í sarpinn heimildarmyndum til að sýna hér á sunnudagskvöldum. Já, það passar. Og hvað kom til? Var bara einhver hugmynd sem kviknaði og ákveðið að kýla á það eða? Hún hefur í rauninni verið að krauma lengi, en það var þannig að þegar ég fór meistaranám í hagnýttri menningarmiðlun í Háskóla Íslands, þá lærði ég rosa mikið heimildarmyndir og þar opnaðist stór heimur heimildarmyndir og þar getist líka heimildarmyndahátíð sem heitir Skjaldborg og á Patreksfirði. Ég fór að stunda það að mæta þangað og þar sá ég hvar óskaplega mikið af íslenskum heimildarmyndum verið að búa til. Sem við sjáum svo kannski ekki mikið af. Það ekki helmingurinn að þessu sýnt í sjónvarpi. Tækifærin eru ekki nógu mörg. Nei. Þannig að ég fór að hafa samband við samnemendur fyrrum og fór bara að grafa upp myndir sem ég man eftir frá Skjaldborg. Og öll sem ég hef talað við, það hafa verið afskaplega ánægð, þessi gott framtak. Og til í samstarf. Og til í samstarf og það sem meira að það eru nokkra myndir sem að fólk var einfaldlega búið að grafa niður, búið að sýna það á heimildarmyndahátíðum allan heim, en hafði enga von að þetta sýnt á Íslandi. Þannig að það var kannski bara export af myndinni með enskum texta. Þannig að það Sumarmyndirnar verða bara þannig þá? Já, því miður, það er flott en já, við getum ekki tekið hann af, en það er út af þessu. En Hafdís, segðu mér aðeins, Stöktu, það er mynd sem þú ert svona bara aðalhlutverkið í, ekki satt? Jú. Og snýst þig, segðu ykkur aðeins frá henni, henni mynd. Já, vinkona mín, Anna Sæunn, hún hafði samband við mig og Hún er kvikmyndagerðarkona, Já, við erum æsku vinkonur og gamla bekkjarsystur. Austan úr Þingeyjarsveit, Þingeyjarsveit, já. Og hún kom með þessa hugmynd að hún vildi endilega gera heimildarmynd um mig. Sem mér fannst bara rosalega hlægileg hugmynd og ekkert góð hugmynd í rauninni. En þá var hún strax farin að hugsa um þinn frjálsíþróttaferil og þann vinkil. Já. Og semst leið mína á Ólympíuleikana. En vissi hún eitthvað að þú værir að fara þangað? Var það alveg augljóst? Já, við höfðum rætt það, þetta væri markmið og svona. Já. Og hún fór bara á stað með þessa hugmynd og vildi endilega gera mynd. Og ég var alls ekki á sama máli. Enda ekki mikið fyrir það að opna mig eða vera bara fyrir framan kameruna kannski endilega. En ég sé ekkert eftir þessu í dag og það er gaman að eiga þessa minningu. Hvenær var þetta cirka? Þetta er svona cirka 2015-16. Þá byrjum við á þessu og ég flyt til Svíþjóðar, hún fylgir mér svolítið þangað og gerir svolítið mikið þar og þar er ég að æfa frjálsar hjá nýjum þjálfara, nýju umhverfi og að berjast í það að reyna að ná ólympíumarki. Og bara þetta er verkefni sem þú ert í, þetta er bara einbeitar að þessu. Já. Flutti út og hægði á mér í háskólanámi og svona setti fjölskyldulífið aðeins á hold og svona. En þú veist, þetta var þess virði í rauninni, en komst samt ekki alla leið. Og það er líka í myndinni, þú veist hvernig bregst maður við og allt það. Já, það kemur allt fram. Þannig ég ætla ekki kannski að segja of mikið. Nei, en hún hefur bara verið eins og fluga á vegg og svona fyllt þér alveg í marga mánuði, jafnvel ár. Já, þetta var svolítið langur tími og ég er ennþá bara komið með ný markmið og svoleiðis. Enn að æfa? Já. Hér þá bara? Já, nú er ég bara hérna. Ertu á Akureyri í sveitinni? Ég er Akureyri. Og ertu á leiðinni eitthvað á Ólympíuleika eftir einhver ár? Það er markmiðið. Já, vel gert. Þannig ég þarf að hringja Önnu og biðja að gera aðra mynd bara, fylgja mér aftur. Og hefurðu séð myndina sjálf í heild sinni? Já, ég er búin að sjá hana nokkrum sinnum og ég grét rosalega mikið fyrst. Enda reyndar var ég kasólétt þegar ég sá hana fyrst og kannski hormónir á fullu. En ég er búin að sjá hana tvisvar síðan eftir það og græt minna í hvert sinn. Er það þá svona mikil, er þetta bara áhrifarík mynd eða er það þessi vonbrigði að komast ekki á Ólympíuleikana? Það er svona bland. Mér fannst erfitt að horfa á þetta þar sem ég var að opna mig hluti sem mér fannst erfitt að tala um. Og bara
já, hlutir í æsku minni og lífinu sem eru erfiðir og ég þurfti að ganga í gegnum og þurfti að tækla. Og svo náttúrulega bara það að vera að berjast eða ná draumunum sínum og kannski ganga það ekki alltaf. Svo munaði bara smá. Já. Þannig að, já. En mögnuð heimild að þetta skuli vera til og kannski bara svona þerapíst í leiðinni kannski að bara svona vinna á sínu. Já, algjörlega. Og eftir þetta þá hef ég opnað mig ennþá meira og leitað mér aðstoðar og svoleiðis með mín mál og ég bara klárlega þetta partur, eða þú veist, Anna fékk mig til að opna mig meira og vinna í því sem að ég var búin að bara grafa yfir og loka. Þannig að ég þakka henni fyrir það að ég er sterkari manneskja fyrir vikið. Og svo ef við förum aftur og hugsaum aðeins Skjaldborg og þessar myndir sem að þú svona, varst þú búin að sjá þessa mynd þar? Já. Ég er góð vinkona Önnu líka og hjálpaði henni aðeins. Já. Þú komið kannski nálægt mörgum heimildamyndum? Já, gegnum tíðina? Bara mörgum. Og já. Er þessi að koma núna á sunnudaginn næsta? Þetta fyrsta myndin af mörgum. Já. Þetta sko, ég með 2 tegundir af myndum í rauninni og það eru þessar myndir sem eru á byrjunum 25-45 mínútur og svo eru nokkrar 8 mínútna myndir. Já, bara svona stutt örmyndir kannski. Örmyndir í rauninni, örsögur og heimildamyndir. Og þetta allt frá himni til jarðar. Og ef ég á að koma með einhver dæmi, þá var til dæmis ein kona sem gerði gjörning að hún setti auglýsingu í fréttablaðið og vildi athuga hvað hún næði mörgum maríum á einn stað. Það mynd sem ég gerði hann tengdapabba minn, hann Sverrir á Ístafelli, bílasafni sem hefur gert upp hælisbílinn. Já, mikil ósköp. Og Þannig að það er mikið svona spennandi framöndan í nóvember á sunnudagskvöldum. Svo þetta svo fjölbreytt líka nefnilega. Það var ein sem ég náði, það frönsk kvikmyndagerðarkona sem gerði mynd hann Svein á Múla, Íslandinginn sem varð bensínlaus, sem mynd sem ágætan mann sem bjó á Vestfjörðum og sá bensíndælu þar til að bensínfélagið tók og reif hann upp. Hann var svo athyglisvert. Já, þetta hljómar. Og þetta er ein af mínum uppáhaldsmyndum. Ég mæli með henni. Við bara hvetjum áhorfendur til að stilla N4 á sunnudagskvöldum og vera náttúrulega bara alltaf meðstillt á N4. En takk fyrir að koma í þáttinn og segja mér frá þessum heimildamyndum. Hafdís og Dagný, takk fyrir komuna og spennandi að sjá. Takk.